og sér hver maður sér og hann pabbi, hann milljóner. Hann Villi, hann milljóner. Lady Sandra Tatter Tween sem var lady fjarska fín. Hún var langa amma mín. Hún var langa amma mín. Og hún átti sæmdarson sem að var með Wellington. Hann slóst við Napoleon. Slóst við Napoleon. Sonur hans var Merry Mac, sá sem Írak gói í pakk. Það hið vonda rakkara pakk. Vonda rakkara pakk. Hann til Súdan sendur var og hann hengdi skaut og skar. Ljótu hoppin, tottana þar. Ljótu hoppin, tottana þar. Hér ég felli þetta tal mitt fræga frændaval því að annars verði sentimental. Verði sentimental. Þessa lokum þó ég get að minn kom ég mikils með og hann stóður hana Elísabeth. Hana
Herinn flutti með sér hingað menningu sína. Og svo matargerðarlistina. Á öðru hverju götuhorni reis upp búðarholla sem bar yfirskriftina Fish and Chips, fiskur og franskar. Og brátt komst á kreik sá orðrúmur á að bak við þessa búðamenningu var einn dularfull kona. En hver var hún þessi Lady Fish and Chips? Og bauð hann upp eitthvað fleira heldur en kartöflu í daflapapír og hleinu steiktan fisk. Fögur hún eins og sól, klædd í rauðan satín silkikjól. Hún áfeng eins og alkohól, Lady Fish and Chips. Skín af henni glit og glans og hún gengur með elegans og hún kann að stíga djarfan dans, Lady Fish and Chips. Já, þannig Amonsbogann upp hún spennir og þegar nóttin nálgast ber, hún af sér kjólnum sínum rauða rennir og hún reykir kommandér. Hún laus við hik og vír, hún þrungin sönnum sexapíl, hún straumþung eins og áin Níl, Lady Fish and Chips. Ó, sú dá sem drottinn minn, þegar fundumst við í fyrsta sinn og við tókum saman tangoinn, Lady Fish and Chips. Ekkert ytti uss né suss, blóðið í mér þeyttist þvers og kruss, upp í Suðurmark á Celsius, Lady Fish and Chips. Já, þannig Amonsbogann upp hún stennir og þegar nóttin nálgast ber, hún af sér kjólnum sínum rauða rennir og hún reykir kommandér. Hún laus við hik og vír, hún þrungin sönnum sexapíl, hún straumþung eins og áin Níl, Lady Fish and Chips. Hún straumþung eins og áin Níl, Lady Fish and Chips. 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 We know now that President Roosevelt has resolved to ensure the safety of communications between the United States and Iceland. The British troops in occupation of Iceland are needed elsewhere and have been replaced by Americans. The new army will take over for the duration of the war only. Það birtist mér undur á borgin í gær, það birtist mér stúlka með augu svo skær, að hjartað í brjósti mér hraðara sló og hljómsveitin spilaði Mood Indigo. Hún gekk inn í salinn með pompi og prakt, í pjúrsilki sokkum og heiðblárri drakt og hafði á fótunum hælbandaskó og hljómsveitin spilaði Mood Indigo. Uppreitt
Uppreist á eitt, ekki neitt seitt, elegant kavaler. Hann umvafði fljótt, mitt hennar mjótt og þrýst henni fast upp í fangið á sér. Hann kysst hana tvo og hann kysst hana þrjá. Hann kysst hana hálsinn og vangana á. Ég sá að hún brosti, ég heyrði að hún hló og hljómsveitin spilaði Mood Indigo. Uppreist á eitt, ekki neitt seitt, elegant kavaler. Hann umvafði fljótt, mitt hennar mjótt og þrýst henni fast upp í fangið á sér. Hann kysst hana tvo og hann kysst hana þrjá. Hann kysst hana hálsinn og vangana á. Ég sá að hún brosti, ég heyrði að hún hló og hljómsveitin spilaði Mood Indigo. Það var á þessum árum sem herinn hafði lagt undir sig Þjóðleikhúsið og Menntaskólann og Hótel Hekla stóð enn. Og Camp Knox og Melrose, Camp Kvitser, Geljakinn og hvað nú allir hétu. Og karmelan kostaði 5 aura og kílóið af kartöflunum kostaði 1,80 í stríðsgróðanum. Og það kostaði 3 krónur að fara í bíó í betri sæti, en 2,20 í almenn sæti. Ein skærasta stjarnan á þessum tíma var Tyrone Power, sem reyndar kom til Reykjavíkur. Og það er sagt að ungmeyjarnar hafi klifrað í milli gluggana utan á Hótel Borg til að reyna að ná fundans. Í einni myndinni lék hann ástarhetju í Verssölum á dögum Frakklandskonunga. Nótt eftir nótt Tyrone Power reynir niður sjön suður í Frans. Þú og ég og þú. Það er draumur, það er gleð og dans. Til þín yfir blæmængin ég brosi. Náttúrlega kokett. Guðsbreytt með glitrandi perlur, eins og María Antoinette. Nótt eftir nótt Tyrone Power stíg ég við til Emmanuel. Eða þá saman við syngjum ástar duett. Konungshyrðin með okkur fylgist og sumir hvísla tví, 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 tví. Aðrir af hrifningur hrópa alla bata, dari.
Þarna stendur þú í mánaskíni minninganna, æsku ástin eina sanna, þú og þú. Með þinn hvíta háls og hárið tinnusvart og æsku brosið bjart og fleira skap svo fjöldamargt. Þarna stendur þú og ennþá logar eldur sá sem byrjaði með blossum þá, ég í fyrsta sinn þig sá. Og þó að út af sóra víddir okkur skilji nú, horfi ég í hugskot mitt og þarna stendur þú.
Dansleikhalda SGTS 711 KOI RE of the Recreation Álafossi laugardaginn 16th August 1941 klukkan 8 AM. Alla dömur velkomna. Bílar sem aka dömum á dansleikinn verða til taks við bifreiðastöðina Geysi frá klukkan 7:15 til 7:45. Veitinga og bílferði ókeypis. Já, tímarnir voru ekki bara rómantík. Og við hvað undi svo fólki sér? Hvað var til dægrastyttingar á þessum tímum skömmtunarseðla og biðraða? Jú, amerískur ávaxtasafi í dósum var ný munaðarvara. Og amerísku leikarablöðin kom í staði fyrir Jemmed og Family Journal. Og svo voru það náttúrulega dans- og söngvamyndirnar. Allt það sem kvistfuglar kveða, hátast vor sólin hlær, blómskrúð í brekkum og lautum og blárót tindrandi sæ. Allt það sem angar og ljómar og skín, allt það sem fögnuð og yndi vekur hjá mér, þetta allt, það dregur huga minn til þín. Allt það sem kvistfuglar kveða, hátast vor sólin hlær, blómskrúð í brekkum og lautum og blárót tindrandi sæ. Allt það sem angar og ljómar og skín, allt það sem fögnuð og yndi vekur hjá mér, þetta allt, það dregur huga minn til þín, til þín. Það dregur huga minn til Og í miðjum klíðum stofnað lýðveldi á Þingvöllum í ausandi rigningu. Það var alla, alla malla, það var Gugga dóttir Dalla, það var Magga, Björns og Bára, það var Lára, Lára Klára, það var Dotti, Dotti Spotti, það var Óli, Ben og Otti, og hann Titti
drömmin hoppa til og frá og undir nótt að numið stafar á völlunum við Uppsala. Uppsala, við Uppsala. En stríðið var reyndar ekki á enda og þó Íslendingar væri ekki opinberlega í stríði, tók hafið og styrjöldin sinn toll hjá þeim sem buðu hættunni byrgin og fluttu fiskinn héðan til þeirra sem börðust í Evrópu. Aðrir lögðust í siglingar og fluttu varning frá Bandaríkjunum yfir Atlantshaf. Og þá gat það hent menn að fá heimþrá þegar þeir sátu í Central Park í New York. Einn fagran löngu liðinn dag sá ég stúlku á köflóttum kjól með granna leggi og glóbjart hár á leiðinni yfir Arnarhól. Hún á sindrað af sól og hjartað í mér hófst á flug á leiðinni yfir Arnarhól. Á mörgum skipum hef ég síðan siglt í gegnum hafsins hart og skar og sitt nú yfirgefin einn á bekk í New York City Central Park og hún enn í huga mér, þessi stúlka á köflóttum kjól sem á mig leit eitt andartak á leiðinni yfir Arnarhól. Síðan lá, það sem drömmin hoppa til og frá